Herðu, það kominn í gestur hérna að Rauðaborðinu, Páll Þórðarsson prófessor við Háskóla í Sydney í efnafræði. Við höfum nú spjallað saman í gegnum Zoomið, en þá ég yfirleitt bara að spyrja þig um pólitíkina í Ástralíu og annað slíkt. Eitthvað ræddum við nú í upphafi COVID. Jú, já. Og gaman að hitta þig Gunnar loksins í eigin persónu. Já. Það Zoomið þó þannig að maður getur kynst fólki í gegnum Zoom. Jú. Já, við höfum gert það. Herðu, sko, það sem að mér langar svolítið bara að spyrja þig, sko, að ég held að grunnum að segja áhugaverð, sko, hvað ertu að gera þarna? Hvað ertu að rannsaka? Já, ég efnafræðingur og byrjaði hérna í háskólanum, en ég búin að vera að færa mig yfir í síðustu 10-15 ári yfir í nanotækni og með því nanolækningar og það svona systur svið erðalækningar sem byggja til dæmis á RNA og svo gerist það þegar heimurinn fyrir virkilega átt að segja hversu tækni að fara. Ég fór að tala við stjórnvöld í mínu heimafylki. Ástralía samveldisland fylkja, þannig að stjórnkerfið þessi 3 þrepa stjórnkerfi og ekkert ósvipað Bandaríkjunum að sumu leyti. Þannig að ákvarðanir hlutir oft teknar af fylkjónum og Sydney fylkið þar New South Wales stærsta af höfðatölu í Ástralíu, 8 milljónir. Og ég náði að tala af fólki sem ég þekkti þar í svona nýsköpunar ráðuneyti fyrir COVID og var að segja að við ættum að fara að skoða virkilega að setja eitthvað í RNA. Og já, ágætis Palli að þekkti mig, það gerðist nú ekkert. En svo skall COVID á og þá fóru þeir að tala við mig. Og það leiddi eitt af öðru það til að ég var búin að fá fylkisstjórnina til þess að samþykkja langtíma plan að fjárfesta bæði rannsóknum og framleiðslu á RNA sem upp á... Og hvað RNA? Já, það vonað að spyrja. Eitt af því fáið sem held ég allir núna að læra í líffræði DNA. Og það erðaði með efni... Við þekkjum það, við sjáum eins að myndina fyrir okkur. En sko, RNA síðan búið til úr DNA, eða það er frumritið DNA og svo afritað yfir í RNA. Og samleiking sem ég líka best til þess að reyna að útskýra hverju munurinn bæði svona efnafræðilega séð nánast og svona hvað það gerir. Það DNA bara svona eins og harðidiskurinn. Þar upplýsingarna geymdar. RNA raun og veru eins og hugbúnaður. Software. Já, og það segja alla frumurnar í okkur með sama DNA. En hvað það að afritar yfir í RNA, það ræði því hvort þetta sé taugafruma eða beinfruma, hvort hvað gerist næst með frumuna og við, þú manst nú kannski eftir þegar erfðamengi mannsins var fyrst birt. Við heldum einmitt þá sko að þú voru búin að lesa allt í DNA þá var þetta laust, það var búin að laga þetta. Það voru búin að skilja heiminn. En þá kemur í ljós að það ekki nema 2% af DNA sem að búa til svo kallað messenger mRNA sem að síðan notað sem forrit í raun og veru fyrir, ég kallaði stundum prentaran sem búa til eggjahvítuefnin sem að skipta náttúrulega miklu máli í frumunni. Sem þá að segja frumunni hvað hún á að gera? Já og nei, bara til þess að búa til þessi eggjahvítuefni, en þau eru mjög mikilvæg í alls konar virkni frumunar. En 98% af DNA býr til RNA sem gera eitthvað annað. Og fólk hélt langan tíma þetta væri rusl. Þetta væri bara einhver svona, þú veist, þetta ekkert að gera. En það, einn kunningi minn og hann hluti af stofnunum minni, John Marek, hann fór að segja nei, þetta ekkert rusl, þetta hefur einhverja virkni. Og það að koma miklu meira í ljós að það var alveg rétt hjá honum að til dæmi, eins og ég segi, að alla frumur með sama harðadiskinn. En hvað stjórnar þá því til þess í fósturmyndun að suma frumur fara að verða því sem verður á húðinu okkar og annar verða að heilanum okkar. Það eru breytingar í þessu RNA jafnvægi. Það getur ekki verið tilviljunarkennt? Nei, það ekki tilviljunarkennt en það miklu flóknara heldur en það lítur út í upphafi því að það miklu dýnamískara svona efnafræðilega séð heldur en DNA. Þetta eins og hugbúnað að því leiti þannig að það ekki 2% hugbúnaðan sem fer í prentaran sem býr til prótínin og 98% að gera allt annað. Stjórna erðaefninu, þau eru byggingaefni fyrir erðaefnið
þau verja frumuna gegn álagi og þau, ég held sko að því að þau eru byggingaefni, þetta er mitt eigið svona svolítið rannsóknir, þessi, svo bindast aranefnin og ekkjukvítefnin saman og búa til svona hálfgerða eins og litlar efnavesmið sem endast bara í stuttan tíma í frumunni og hugsanlega hefur þetta líka áhrif á hvernig frumur tala við hvorar aðra sem að náttúrulega skipti ægilega miklu máli til dæmis í fósturmyndun og þróun á líkamannum. Og svo kannski sem svona meira svona umdeilt ennþá að hvort að RNA sé líka mjög mikilvægt í byggingu og virkni heilans. Og John til dæmis hann bendir á að við erum í sambandi við þetta sem kallast próteinhlutan af DNA sem býr til mRNA, þá eru 99% alveg eins og simpansar og jafnvel 98% eins og mýs. En ef þú skoðað þetta sem kallast non-coding RNA, þetta er hinn 98%, þá eru við svolítið ólíkari. Og það er hugsanlegt þá að þessi skilur okkur að frá öðrum spendýrum, til dæmis með hversu taugakerfið okkur er flókið, tengist því að þessu RNA jafnvægi að það sé miklu flóknar í okkur að því við erum með fleiri gen fyrir því heldur en jafnvel simpansar og tala ekki mýs. Þannig þeir eru búið að skrá DNA-ið og við heldum að við erum komið svar við öllu og kannski svona og það hjálpar. Að Kári geti bara listið allt saman, að þá sjáum við allt undir þessu er eiginlega bara... Að það er annað lag sem er miklu flóknar. Miklu flóknar og miklu stærra. Já. Og þar eru við bara ráðþrótta og þegar við horfum út í geiminn eða í djúphafið. Já, það er stundum tekið dæmi af því að sko, við vitum eiginlega minna heilan heldur en við vitum alheiminn. Það finnst við segja þetta því að sko, það er ennþá talað þennan hluta erfðamengin sem er dark genome eins og bara svarta efni í alheiminum. Við skiljum þetta ekki almennilega. En það er að breytast. Síðan sko fyrir 20 árum þá vissum við ekki neitt eiginlega þetta nema það að John og einhver aðra segja þetta er ekki rusl. Núna erum við farin að sjá svona öðru hvoru hvað er að gerast. Það er að koma rifur í gegn. En á sama tíma er líka sko tæknin sem kemur úr líffræðin og efnafræðin til að búa til RNA-efni, hún hefur tekið stökkbreytingum á síðustu 20 árum. Annars hefðu við ekki getað búið til þessi bóluefni til dæmis hérna fyrir 5 árum. Og það voru framfarir, en sko bóluefnin eru bara toppurinn á ísjakanum. Sem hægt er að gera? Já. Eða sem eru væntingar að við getum gert? Og er sumt að þið komið nú þegar í klínískar rannsóknir. Og ég persónlega sko held að það sem er framundan þegar þú kúplar það við þekkingun okkar á erfðaefninu sem er orðin svo mikil og sélega í þessar nýju gena breytingatekni sem aftur notar RNA sem kallast CRISPR og gene og base editing að það er bylting framundan í læknisfræðinni sem að gæti orðið jafnvel meiri heldur en byltingin sem að hefðbundin lyf öllu á 20. öld þegar við fórum að fá penicillin og í hverju myndi svo bylting felast að við getum tekið lyf við krabbameini? Ekki kannski tekið lyf við krabbameini. Við getum orðið 136 ára? Já, það er góð spurning sko. Það sem kemur líklega fyrst er að við erum að sjá að við getum núna átt við sjaldgæfa erfðasjúkdóma sem að við réðum ekki við. Og það er mjög gott dæmi núna bara á síðasta mánuði kemur frá Philadelphia University of Pennsylvania Hospital unga barn sem hét KJ. Hann fæðist með efnaskiptasjúkdóm sem að leiðir yfirleitt á endanum til þess að degi í lifrinni. Hann er greindur á öðrum degi. Það er aðgreint í honum erfðamengið og það tók þá 6 mánuði með að nota erfðatækni sem byggir á þessum genaklippum, base editing genaklippunum af RNA að búa til svoleiðis fyrir hann, setja í nanoögn, nákvæmlega eins og voru notuð í bóluefnunum og svo byrjaði að sprauta hann yfir 6 mánuða og hann fekk eina sprautu og beði aðeins hvort eitthvað gerðist og það virtist eitthvað gerast og svo prófaði aftur nokkuð skipti. Það er búið að útskrifa hann er 10 mánuða. Og horfinn sjúkdómurinn? Hann er allavega sko eitt merkið að áður var meðferðin að byrja þá var hann svo grannur sko, hann var komin niður í svona neðsta þrepið af þyngd fyrir sinn aldurshóp. Hann er núna bara 90, bara svona tólkaskjöldur sko. Og þá er þetta lyf sem eru þannig að lyfi sem að búið til fyrir hann. Þetta eru einstaklings hönnuð lyf.
það stóra breytingin að við með erfðatækninni kúplu við RNA og annað, við erum loksins komin á stað að við getum búið til einstaklingshönnuð lyf. En þá þarf að búa líka til aðferð við að búa þau til þannig að þessu fjárhagslega mögulegt. Já, og það stærsta vandamáli. Og samfélagi það náttúrulega hugsaði svolítið hvað ætlum að gera. Sko, í hans tilfelli það svona hálfgett ekstrím, það við köllum stundum en sama sem eitt, það lyf fyrir eina mannesku. En að því mentist á krabbamein, þá held ég að einmitt sko, þessi tækni muni fyrst breyta krabbameinsmeðferð. Nú erum við kannski að fara að svolítið aftur. Fyrir 50 árum síðan var krabbamein alltaf dauðadómur. Og þú og ég og allir vantilega hlusta, við þekkjum fólk, við mist fólk úr krabbameini mjög nákvæmlega okkur. Og það enn að gerast. En það hefur samt eitt breyst á 50 árum. Það eru upp undir 30-50% af fólki sem greint með krabbamein lifir svo í 5-10-15 ár. Af því það eru meðferðir sem virka, en fyrir fólk sem enga meðferðir, þetta líklega næsti fronturinn sem hjálpar því og að geta búið til nána svona persónulega hannaða krabbameinsmeðferð, að þá væri hægt að kannski að bjarga slatta fólki sem að núna engir áðvið. Það í heiminu sem við lifum í að þá þeim bjargað sem hafa efna á að borga það? Já, og þannig að ríka fólki mun verða 136 ára en við fátæklingarnir, við verðum bara 73. Sko, ef við búum í ríkjum sem með velferðarkerfi eins og Ísland og Ástralía og Skandinavíu, þá því sem betur fyrir ekki alveg svo svarthvítt. Fólk hefur aðgang að dýrum lyfjum ef að ríkið tekur það á sig. En þá ríkið segir bara við höfum ekki efni á þessu, við ráðum ekki við þetta og þá fara henni ríku og kaupa sér þjónustu. Fara til Bandaríkjanna og kaupa sér það. Það raunveruleikinn. Sko. Það raunveruleikinn og sko ég mitt verið mikið umræðum bæði við fólk í Ástralíu og aðeins hérna á Íslandi sko að hvernig ég vil leysa þetta. Það alveg stórt vandamál, það rétt sér. Nú ætla ég að taka eitt dæmi úr, það hérna ég held að þetta í Ísland nafnið hræðilegur taugasjúkdómur kallað SMI sem leggst á börn. Það enda til 2 meðferðir frá henni núna, eitt sem heitir Spinraza sem RNA efni og virkar nokkuð vel en þarf að fá sko sprautu á 6 mánaða með fresti sem og í Bandaríkjunum kostar svo meðferð $500,000 á ári. En svo genaferjulyf, það semst ekki DNA en það svona sem að kalla Zolgensma sem í Bandaríkjunum kostar $3 milljónir, þess að 300 milljónir eða 300 og eitthvað milljónir, það 400 milljónir, hvað það í íslenskum krónum. En það einsprauta því virkar, hugsanlega fyrir lífstíð, ég segi hugsanlega því að það var byrjað að nota hana 2018 og krakkarnir sem hafa verið notað virðast verið í alveg pottetu standi en náttúrulega ekki alveg 100% virkið í lífstíð. Ég veit að í mínu heimafylki, því að það var kona sem á spítalunum okkur, hún í klínísku rannsóknum sem að koma að þessu, að þeir voru svo impressaðir með hvað þetta gekk, að þeir fóru í gegnum haffræðiútreikningana með þessi börn. Hvort ætti að borga þetta? Þess að 200-400 milljónir króna. Eða hvað myndi gerast eða barni væri bara látið vera með sjúkdóminn. Það þýðir yfirleitt. Þá þarf það að reikna út hvert verðmæti lífs. Já, en þetta var gert á kaldranlegan. Svo hagfræðingar geta. Ef að barni hefði ekki verið læknað, þá myndi það líklega vera næstu 2-3 árin meira minna á spítala þangað til deyr. Og það kostar bara í öllum löndum nóttin á spítala, hver sem borgar fyrir það eru 10.000 ef ekki meir. Og þeir reiknaðu, þá er ódýrar að gefa lyfið. Bara út frá þessu kostnaði, þá er ekki verið að reikna hvert verðmæti sem að barni geti veitt út í samfélagið með því að lifa góðu lífi. Bara fyrir heilbrigðiskerfið. Þannig að í upphæfi þegar Zolgensma kemur, þá ákveður heimafylkið mitt að borga bara fyrir það. Og settu líka upp sko svona ungbarnaskimun til þess að geta fundið þeir sem þurftu á þess að halda. Þetta er mjög sjálfgefur erfðasjúkdómur en hann eins og það 20-30 börn sem fæðast með hann í mínu heimafylki. En svo tók alríkið við og sko við erum með sko svona lyfsölu sem sagt flest lyf í Ástralíu eru borguð alríkinu og það er sko kostnaðarþátttaka en eins og þetta lyf ein sprauta kostar 3.000 krónur í staðan fyrir 300 milljónir. En einhver fær 300 milljónirnar, það einhver sem... Það eru þeir sem framleiða það og þróuðu það. Og allir lyfjaframleiðsla er meira og minna business í dag. Það business en það er líka sko verðið á þessu tengist ekki endilega bara því að hluthafarnir fá sinn arð
og í tilfelli genjaföruna því miður tækni sem notu það ægilega dýr, bara þú veist mannafli sem fyrir í hana. En það bara þróunarkostnaður, einhver þarf að borga fyrir þróunarkostnaður. Hins vegar til dæmis með þessa RNA-tækni eins og var einmitt notuð í bóluefnum, hún miklu ódýrar í framleiðslu og þróun líka, þannig að það vont til þess að við færum okkur frá hlutum eins og þessum genaferjum og yfir í RNA, þá verði þessar einstaklingsmiðar lausnir miklu ódýrari. Hins vegar verði ég að segja, ég held að velferðaríki og verði að fara að hugsa það hvort þeim ekki að breyta þessu businessmodeli. Þegar businessmodeli núna í raun og verið þannig að lyfjafyrirtæki taka risa áhættu með það að þróa lyf og það ekki með eitt að hverjum 100% text. En þau ná peningum tilbaka með að vera að rukka þetta risaverð. En það væri hugsanlega hægt að setja upp kerfi með sumta sem það í staðins að lyfjafyrirtækin taki það áhættu upp á langtíma gróða í gegnum hlutabréfin. Að svona þróun því eiginlega hálfpartinn boðin út. Ef við skulum segja að Skandinavar, Hollendingar og Ástralir ákvæða saman að vera með útboðum hver getur komið með sér hana lyf fyrir X. Og ef þú kemur með það, þá ætlum við að borga þér 10 milljarða. Bara í eitt skipti? Já, en byrja að borga þér fyrirfram líka. Þannig að þú eru ekki að fjármagna. Það áfanga. Já. Ég held að við þurfum aðeins að fara að hugsa það á þeim hluta heimsum sem að, ekki alveg sokkin í nýfrjálsöki, að verðum við ekki að hugsa, koma upp með eitthvað annað kerfi. Það verður náttúrulega alltaf einhvern veginn að borga fólki. En þetta meina að samfélagi verði að taka ákvörðun það í hvað við leggjum þróunina. Því að fyrirtækið gæti hort sem á að þarna eru rosa margir sem að við gætum bætt líðanina með nýju lyfi, en við sjáum ekki svona alveg að businessi gangi upp þannig. Þess vegna ætlum við að leggja höfuðáherslu á að búa til lyf. Það sem að þið veit að megrunarlyf til dæmis. Já, nei, en það líka með til dæmis krabbamein. Að staðreyndin þar svo að þau eru eiginlega neitt lyfjafyrirtæki til að fara svolítið eftir því ekki bara hvort það nógu margir sem þessa tegund af krabbameini, það muni hugsanlega borga sig, en þau eru eiginlega að fylgja svolítið eftir líka því hvað tryggingafélagin í Bandaríkjunum hafa áhuga á. Þau eru þegar við súpum kveljur og sjáum hvað fólk borgar fyrir lyf í Bandaríkjunum, að raun og veru samt eru flestir sem borgaði gegnum þessi tryggingafélag, þannig að þú vinnur... Flestir sem að fá þau, því að það kannski 20% af fólkinu sem ekki með tryggingu. Já, það fær náttúrulega ekki neitt. Það náttúrulega, þeim finnst það allt í lagi, en við myndum aldrei samþykkja það. En þessi 80% sem að fá læknisþjónustu gegnum tryggingafélag, tryggingar sem það fær yfirleitt gegnum vinnuveitinda, þá eru tryggingafélag sem ákvaða, Gunnar, við ætlum að borga þessa lækningu fyrir þig. En stund sem þeir, nei Gunnar, þú sést með tryggingu þá ætlum við ekki að borga þetta fyrir þig. Og það en á móti kemur að því að þau borga svo vel að þá það maskínan í Bandaríkjunum sem að borgar sægilega fyrir lyfjaþróun fyrir allan heiminn. Flest lyfjafyrirtækin eru að fá fjárfestinguna í þróun tilbaka í gegnum bandaríska kerfið. Og reyndar hann með við tala Trump. Ennþá, Trump njótu þess. Að hann í þessu tollastríði sem öllu því, hann náttúrulega búin að átta sig á því að Bandaríkjamenn segja og eiga, það svolítið til í það, þeir eiginlega niðurgreiða lyfjaþróun fyrir restina heiminum með sínu brálaða kerfi. En ég held að það sé ekkert lausnin, hans lausn á því verður að reyna að ég veit ekki hvernig hann ætlar að gera það, hann ætlar einhvern veginn að leggja tolla á sín eigin fyrirtæki, en hann ætlar að láta hina borga, alveg svo hann ætlar að láta Mexikana borga vegginn. Já, ég held að þessi aðalsmáli hjá hann að hann ætlar að reyna að neyða lyfjafyrirtæki að rukka okkur hinn meira. Því að það sem gerist að því að löndi, skulum segja Holland og Ástralía og Skandinavíu, að því að þau kaupa lyfin í magni frá lyfjafyrirtækjunum, þá fá þau svolítið ódýra heldur en þessi tryggingafélagar gera í Bandaríkjunum. En hvað það að við held ég sem erum í restina heiminum ættu kannski að vera að hugsa svolítið að reyna að koma einhvers öðruvísi hvatakerfi. Þetta kerfi eiginlega glatað eins og það þarf að búa til nýtt kerfi til þess að stýra lyfjaþróun. Ég held að það getur vel verið að kerfið eins og gæti haldið áfram en sérlega með þessum og einstaklingsmiðaða lækningar sem að eiga eftir að umbylta heiminum, það engin spurning að gera það. Að sumtaði mun funkar ágætlega með því kerfi en ég held hins vegar að ef við ætlum að nota möguleikana sem er framöndan í einstaklingsmiðaða lækningum en gera það á svona mannviskulegan hátt,
þá verðum við líka á sama tíma að reyna að búa til nýtt kerfi í kringu það og það verður ekki búið til í Bandaríkjunum. Það aðeins út í svona vísindaskáldskap sem að þessi lyf eru? Genaferja eitthvað sem að setja eitthvað svona lækninga sem á að lækna mig inn í eitthvað skip sem að fer inn og finnur það sem að þarf að afferma. Hvernig þetta hægt að gera? Í einhverju svona heimi sem svo smár að títibrjósoddur virkar eins og Everest. Solgensa svoleiðis genaferja akkurat og hún einfallega bara, það tekið hylki af veiru og það er búið að nota líftækni til þess að búa til hylkið en án þess að sé neitt DNA frá veirun í það og svo sett nýtt DNA inn og veirur eins og við öll vitum, þær eru voðalega góðar að komast á líkan okkar. Þannig því tilfelli notuð svona mannlega hönnuð veira nema að hún ekki veira því leyti, hún getur ekki fjölgað sér. Hvernig veistu hún ratar á rétta stað? Það gerist út af efnafræðina á yfirborði þessara hylkja. Hún þróuð til þess að komast inn í frumur. Þannig við erum að stela... Hún tiltekna frumur? Já, við erum að stela frá því hvernig þessar veirur hafa ef við notum Darwin þær hafa þróast þess að komast inn í frumun okkar og við erum búin að læra þau og þeir eigið bara stort safn af veirum og þessi veir góð í að bóra sér inn í þetta nema það að þessar veirur sem við erum að nota eins og þessu genaferjum það ekki nema 2-3 sem hafa komist áfram í klínikinni og þær hafa mjög takmarka það passaði við þennan sjúkdóm bæði að því að það var sem sagt að hún gefin í gegnum mænustungu þannig að það verið að komast í frumur í taugakerfinu og eins það að DNA sem inn í frumunni sem þurfti að skutla inn í frumunar það var nógu lítið til þess að kæmist inn í þetta veiruhylki en það eru vandamálið sem veiruhylki líka að þau valda stundum ónæmisviðbrögðum og það ekki út og tókst í þetta skiptið en í öðrum tilraunum eru stundum koma aðrar aukaverkanir sem bara skera verkum það ekkert að halda lengur áfram en RNA-tæknin öðruvísi því að það er ekki notuð veiruhylki þar í staðinn eru notuð þessi nanofítuagnir og það pakka sig utan RNA-efnið og það eiginlega svolítið heppni efnafræðilega sé að þessi fítuefni samt komast inn í frumur en það komast líka inn í suma frumur betur en aðrar sem komast mjög vel inn í lífurina og þess vegna með þann KG hafa lífrasjúkdómur en þess að komast alls ekki í heilan og ég einmitt í rannsóknum sjálfur Heilin náttúrulega mjög varinn að það eru mjög fá efni sem komast þar inn þau eru skollu vímuefni Já, þau eru góð vímuefni en ég einmitt að vinna í að reyna að búa til nanoagnir með yfirborðsefnafræði sem myndi hjálpa við það þannig að við ætlum ekkert að gefast upp á því Það komast inn í heilan? Nei, því að ég fór að minna mig á að segja sögunum vímuefni eftir svolítið stund en það náttúrulega að ég hef búin að vinna með núna í 10 ár fólki á barnakrabbameinslækningastofu í Sydney sem að við að reyna að hanna einmitt nanoagnir sem geta að koma RNA inn í heilan til þess að lækna krabbamein í heila í börnum sem mjög alvarlegt vandamál en þá og við höldum að þetta sé hægt en þetta búið að ganga hægt. Við skulum tala vímuefni en ég að reyna að skilja að þetta er svo rosalega smár heimur og leiðilegt að vera því þú líklega ert ekki að kenna í háskólanum og þá ertu með kannski fólk sem búið að vera að læra efnafræði langa tíma en ertu með eitthvað sem veit ekkert Nei Hvernig getur þú tekið svona pínlítið efni og sendt inn í líkamann á eitthvað tiltekinn stað? Það gengur aðal út á það að vera með einhvers konar efnavísa á yfirborðinu. Þannig eru veirur og bakteríur líka, þær eru með kannski einhver ekki-hvítu efni eða einhverju sykurefni á yfirborðinu sem tengjast við móttakara á okkar frumum og þá taka frumurnar þetta inn. Og veist þetta eða pröfar bara margt og heldur því sem vel reynist? Það er bæði og við höfum lært í gegnum tíðina hvað virkar og hvað virkar ekki og eins og til þessum tilraunum sem að minn hópur að gera með að reyna að þróa nanoagnir sem getur komist í gegnum hennan það heitir bara svona heila blood-brain barrier það er bara nánast eins og veggur að það eru móttakara á þeim vegg og það er hugsanlegt ef við setjum réttu peptíðefna á yfirborðið á þessum nanoögnum að þá komist þau í gegn og það er bara þú veist að smikla sér í gegnum hurð
en það margt annað sem gerist eftir meiri sem þessar, hvort sem eru þessar veirugenaferjur eða svona nanofitvegnir sem þarf að ganga upp þannig þess að komist inn í frumuna að komast líka í gegnum, það svona varnarviðbrögði í frumunni til þess að, þú veist, að við erum alltaf búin að vera að þróast líka í billjónir ára til þess að berjast gegn þessum veirum og bakteríum og öðru, en þetta bara svona dans, sko. En þín sérfræði, það þetta smygl að reyna að koma? Já, í þessu tilfelli. Þannig það eru læknar sem eru líklega að stinga upp á því hvaða dót á að fara þann inn? Já, ég bara efnafræðingur, ég býr hlutina bara til. Ég læt annað fólk segja mig hvað eru, þú veist, ég hef alltaf unnið í þessu og í öðrum, ég hef unnið líka í efnafræðingur, ég hef unnið í rannsóknum sem tengjast sólarorkunotkun og hvað það er. Ég reynir bara, þú veist, að vinna við verkefni sem ég held að ég get hjálpað við. En ég oftast ég að hlusta á annað fólk, hvort sem ég í því tilfelli verkfræðingar eða hvað það var og núna læknar, hvaða vandamál eru þau sem skipta mestu máli, það sem ég sé ég gæti kannski hjálpað. Þannig að ef ég væri læknir... Ég ekki læknisfræðingur. Nei, ég veit það, en ef ég væri læknir og segi að ég trú á því, Páll, að ef ég kem þessu efni inn í heilan, þá get ég læknað barnið. Já. Þannig að þá þitt verkefni að koma inn í heilan. Já. Það bara þannig. Þannig að þú enga skoðun á því hvað efnið eða hvort það virki. Já, ég myndi náttúrulega samt aðeins vilja útskýringur af hverju þetta mikilvægt. Þeir vilja vita hvað að smygla. Já, þú veist, af hverju þetta mikilvægt. Af hverju heldur að sé, því það ekki bara að leysa þetta vandamál og ég ekkert viss með ég leysi það. Ég meina það þurfi vel 1000 manna að vinna einhverju svona vandamál að einhver tekst komast í gegnum það. Og það eru margir... Þú með stóran hóp eða ekki? Ég með stóran hóp, en ég líka tengdur og alla káta og það líka samkeppni líka milli 100 hópa í heiminum sem bara að vinna því verkefni að koma með nanoagnir sem kæmist betur inn í heilan. Af því það svo mikilvægt. En þú með stóran hóp eða ekki? Þú búin að fá mikla styrki til þess að reyka... Ég svolítið tvískipt. Ég með ennþá með eigin rannsóknarhóp með 10 doktorsnema og ég búin að vera með það svona meira minna í 15 ár og sumt að því eru líka mína grunnrannsóknir. Ég fór uppalega út í RNA á síðustu árum vegna þess að sumt að grunnrannsóknir snýst að skilja hvernig upphaf lífsins sem tilgangslaust vandamál en reyndar ekki vegna þess að ef við skiljum hvernig lífið var til þá skiljum við líka svolítið betur hluti eins og það hvernig komum hlutum inn í frumur og svoleiðis. En svo ég núna búin að vera síðustu 4 ár forstöðumaður UNSW RNA Institute, það sem stofnun sem var lögð í frá háskólanum mínum, setti mig í forsvari fyrir fjárfestingu upp á 2 milljarða. Þetta búið að vera mjög skemmtileg, svolítið krefandi verkefni og við erum með 30 akademika prófessora í svona bandalagi og ég með svolítið starfi með þeim en aðalverkefni við byggðum upp svona setu til þess að búa til RNA efni þannig að fólk gæti gert prófin almennilega. Við gerum ekki það klíniska, þetta allt fyrir sem sagt áður en að fara í tilraunir á fólki, þetta sem sagt til þess að og við erum að hjálpa fólki við að leysa alls konar vandamál við að búa til nanoagnir, búa til RNA, búa til mRNA, koma þessu saman, skoða hvað stabilt, einhver vesinn, þannig að... En við þetta að vera með svona umfangsmikinn rekstur, það var náttúrulega svona starfið svolítið breyst, svona, við getum bara, eins og Ólafur Elíasson, hann myndlistarmaður, en núna, ég held að bara 60 mann sem vinna hjá honum, og þetta er svo ólíkt að vera háskólaprófessor eða að vera komið með eitthvað svona batteri, eða ekki? Ég meina, það er líka 10 ár. Það er ekki endalaust leiðindi að fá starfsfólk að koma til þín og kvarta yfir... Það er náttúrulega 10 ár síðan ég leit síðast í tilraunaglas á efnafræðistofu. Þannig að þú ert eiginlega bara stjórnandi? Ég er bara stjórnandi og ég eyði mest öllum tíma mínum á fundum og skrifandi umsóknir eða ganga frá einhverju. Ég er með mjög gott teymi og sérilega ég er með mjög góðan framkvæmdastjóra með mér. En ég er líka sem sé ég hef verið að vinna mikið með stjórninni í Sydney fylkisstjórninni í því að þeir ákvaðu 21 og þess vegna var stofnun sett upp í háskólanum minn. Þeir ákvaðu setja þess að 20 milljarða fjárfestingu, 50-50 í að byggja RNA tilraunarverksmiðju sem framleiðir efni fyrir klíniskar og það var tekið fyrsta skóplastunga því og ég var með forsetaráðherra fylkingsins í því í september síðasta ári og hún verið tilbúin á næsta ári. Og fyrirtækinn sem á að reka það mjög athyglisvert, það frá Boston en að rekiða manni sem uppaldur Sydney og hann svolítið spesaga, hann ólst upp í blokk hjá konu sem var eiturlyfjasjúklingur með geðrof en komst einhvern veginn út fyrir því og fór í læknavísindanám og núna með
100 milljóna króna fyrirtæki í Boston. Og dreymir ekkert barn þurfa að alast upp við þær aðstæður sem hann alast upp í. Nei, en hann að þróa svo kallaða ónæmiskrabbameins meðferð sem byggir á RNA, þetta kallast CAR-T og það til og farið að nota í krabbameins meðferð en það ægilega dýrt og ægilega mikið vesen, það tekið úr þið blóðið og það blóðið, bara allt blóðið? Nei, ekki allt, það tekið hlutunum blóðið niður og frumurnar því sorterar og ónæmisfrumurnar eru síðan genabreyttar og settar aftur inn í þig og þetta virkar stundum en þú veist, kostnaðurinn í Bandaríkjunum það einhverjir 10 milljóna jafnvel per mann. Þetta gert held ég jafnvel á Íslandi en ég þurfi ekki að fara með það. En hann alltaf að gera þetta með nanoögnum með RNA og það myndi kosta kannski 100 aðstæði. Þannig að... En þegar þetta virkar ekki, getur verið eitthvað skaði að því að? Það alltaf, ég efnafræðingur og það efni allstað, við erum búin til efnum. Og það öll efni eru skaðlaust þegar nógu lítið af þeim. Meirins að til dæmis geislavirk efni. Við borðum á, það geislavirk sameindir væntanlega í þessu vatni, það skaðan ekki. Og það öll efni eru líka skaðleg. Það þetta að drekka svo mikið vatn að drepi þig. Og það nákvæmlega saman með þessi efni sem við erum að nota þarna í þessum lækningum eins og öllum öðrum. Að það einhvers konar gluggi á milli þess hvað þarf mikið að virka og hvenær það orðið hættulegt. Og þannig líka einstaklingsbundin og klíniskar og rannsóknir þessu snúast einfallega 99% að vera það sem við erum örugg en það aldrei hægt yfirleitt að garantera að það verði ekki einhver sem fá einhverju aukaverkanir en Það verið að gera tilraunir alveg sama og bara með líffæraflutninga og þeir liðu nú ekki lengi fyrstu líffæraþegarnir. Nei, og svo líka náttúrulega eins og við tökum þessi efni að það svona svolítið öðruvísi og þessi vektur að tekið að eins og með bóluefni þau voru mjög örugg hvað segir við ég er alveg vissum að það verið einhverja ringi að segja eitthvað. Ég get örgulega fundið andmæla. Ég get alveg vissum það en í fúlustu alvöru að þau að við erum að tala hugsanlega og það hugsanlegt 1 milljón eða hvað það sem hugsanlega hugsanlega og einhverstað milli 5-20 milljónir sem líklega var bjargað með hana COVID. Sem hefðu dáið. Já, en þegar kemur krabbameinsmeðferð eins og kannski þessu að þá sættu okkur við ef að 1 af hverju 10.000 fær svo margar slæmar aukaverkanir að hugsanlega degi ef að 3 af hverju 4 sem fá það læknasta krabbameini. Þetta svolítið öðruvísi svona umræða en auðvitað eru allir og það hvað sem að samstarfsfólki segja, það enginn að reyna að komast hjá því að útrýma aukaverkunum og skaða eins og hægt en líffræðin bara þannig að það aldrei neitt 100%. Og ég talaði bóluefnin að því að áður við töluðum vímefnin. Ég fór í sprautu. Já. Og ég man bara eftir að í svona fréttunum að þessu að það er komið bóluefni og stórkostlegt afrek mannsandans og nú fáum við bóluefni og þá verður engin veikur. Nei, það eru allir veikir, en akkur er það að taka bóluefni? Þú verður minna veikur og svo bara sá maður ekki alveg dæmin það. Nei. Og svo var maður hvattur til þess að fara í 3. sprautu. 3. sprautu og 4. sprautu. Þá sagði ég bara, nei. Að ég bara, þú veist, þetta bara, ég trú heldur ekki, Hafrannsóknastofnun sem alltaf að byggja upp fiskin í sjónum og það gerist aldrei. Hefur ekki gerst í 40 ár. Ef þú ert að lofa ykkur og það bara gengur ekki upp, þá hætti ég að trúa. Ég hef eitt af mínum áhersluðum sem sagt hvernig við vísindafólk eigum að tala við fólk og okkur hinn og þú veist, sem sagt þess að kalla science communication upp á ensku og ég held að við bara kunnum þetta ekki almennilega og það hafi verið gerð stór mistök í COVID eins og í þessu tilfelli. Að lofa miklu. Já og til dæmis eða last bara útkomuna úr tilraunum sem Pfizer og Moderna gerði 2020 þeir sögðu aldrei að það eru allir fengið ekki COVID heldur var viðmiðin tilraunum að 90% og það var 95% sem að yrðu ekki alvarlega veikir og það var aldrei tilraunina sem voru gerða þær voru aldrei að mæla hvort það stoppaði smitið en svo var farið að segja að því að það kom í ljós að það virtist hægja á smitinu og
þá fór fólk að segja, jú, það er eina ástæðan þetta að hægja smitinu. En aðallega ástæðan fyrir því að þú og flestir, held ég, þú veist, eftir 1 eða 2 sprautur, já, þetta er nóg. En svo gerist hitt líka, sko, bóluefni björguðu aðalega fólki meðan að Delta og gamla Wuhan var að ganga. Og ég þekki veirufræðing, hans verkefni var að raðgreina veirurnar þegar að komið til Ástralíu, komið sem sagt á sóttvarnarhótelin. Og hann til dæmis svo fyrsti veirufræðingur í Ástralíu sem fær sýni á Omikron. Og hann segir bara, heyrðu, hvað er þetta? Omikron var risastökkbreyting og veiran gjörsamlega breyttist. Og eftir það, sko fyrir Omikron, hvort þú fyrir bóluefni eða ef þú veiktist af COVID sem að gera það nákvæmlega sama. Í báðum tilfellum endar þá að líkaminn lærir og fær ónæmi. En þegar Omikron kemur, þá gerist tvennt. Í fyrsta lagi er Omikron 2-3 sinnum smitgjarnari heldur en hinir voru á undan. En það er líka miklu betra að skýla sig frá ónæmiskerfinu. Þannig að eftir að Omikron fer á sjá, þá virka hvorki bóluefni eða það að veikjast sem vörn nema í nokkra mánuði. Hins vegar voru... Þess vegna getur maður fengið COVID aftur. Hins vegar voru það eina sem gerist með þróunna, þetta er bara Darwin, með Omikron og það var eiginlega heppni, að það er miklu hættuminna. Það er sko dánatíðin með Omikron er ekki nema eitthvað 1/50, 1/10 af því sem er með hinna. Þannig að samfélagslega var það líka ekkert svo galið þegar Omikron þá var bara að segja nú bara gefustu við eiginlega upp og leifum veirun að ganga því það var ekkert eiginlega annað hægt í stöðinni. Þetta er ekkert svo hættulegt, þetta er bara leiðindi. Já, það er náttúrulega samt, sko, kona mig vinnur í ellihjúkrun, það er fólk samt að deyja í hrönnum á elliheimilum og COVID, sko, í hvert skipti það gengur yfir, en það er ekki eins og gerist við influensu. Já, það er svona meira, það er svona svipað, ég meina, og influensa er alltaf því miður að drepa gamalt fólk, en þetta er núna, og svo er, sko, börnin okkar, sko, að því að þau kynntust COVID, það er ónæmis viðbragði hjá börnum fyrir COVID-veirunni jafnvel Wuhan er allt öðruvísi. Og þess vegna þegar við erum komin í gröfina þá voru þetta bara ein kvefveiran sko. Við gætum samt öðru hvoru dálítið veikir sko af Omikron svona. Já, ég veit ekki með þig en ég hef nú ekkert verið veikur, ég var mjög veikur í eitt skipti sko fyrir 2-3 árum en ég sloppið við það síðan. Ég var bara svo heppinn að ég var mjög heilsuhraustur. Ég man einu sinni var ég að vinna á Kleppi þá kom starfsmaður til mín og sagði hérna þú ert aldrei veikur. Og segi nei, ég er bara ágætlega heilsuhraustur. Þú gerir þig grein fyrir því að veikindi þín eru aukavættirnar okkar. En sko en ég ætla að segja en ég var bara til dæmis heilsuhraustur. Eftir COVID að þá fæ ég bara flensu sko 3 ára. Já. Því að sko annar vegi erum við öll með mismunandi ónæmiskerfi og þess vegna er fólk til sem við hefur líklega aldrei fengið COVID allan að ekki fundið fyrir því hvort sem það bólusettið ekki og svo er annar fólk sem veittist mjög illa bæði fyrir og eftir að það voru bóluefni en fyrir okkur og svo eins og segi það tengist í hvað þú segja mér þessi ónæmisherfræðingar sko það er að því ónæmiskerfið þróast eftir þess að verðum eldri að það er einhver crossover point þegar við verðum að fullorðnu fólki þess vegna eru börn að allt öðruvísi þetta verður ekkert vandamál fyrir þeir raun og veru. Já, en hugsanlega sko aukaverkana því að fá COVID fyrir okkur er að ónæmiskerfið svolítið í óreglu og til dæmis að þú manst eftir því að fólk sem fekk og fær COVID jafnvel ennþá og ég fekk það þegar ég fekk COVID á endanum fyrstu heilaþoku. Ég fekk heilaþoku og fullt af fólki. Þetta var næstu eins og það er nú ekkert svo langt síðan sko, ég held að það hefur bara verið í janúar á þessu ári. Þá var bara eins og það væri sko sálrænt sjúkdómur sko. Ég var bara eins og ég væri bara hálf þunglindur í 10 daga. Og nú kemur sko svarta erðamegnum til sögu. Ónæmiskerfið og taugakerfið nátengt. Og það virðist allt núna að benda til þess að það verður fyrir ákveðna sýkingar þá hafði það áhrif á taugakerfið og og þetta og ég held að COVID hafi kennt okkur það og það eru aðri veirusjúkdómar að gera þessu stundum að ef þú veikist af veirusjúkdóm þá verður áhrif á taugakerfið þitt og þess vegna fengum við mörg kannski heilaþoku einhverju daga en það er líka sem að kalla sko langur COVID þegar fólk væri bara í mánuðu saman máttlaust og svoleiðis og þá er þess að ónæmiskerfið virki ekki alveg í þeim Nei, það er sko einhvern veginn ónæmiskerfið að hafa áhrif á sem sagt taugakerfið
og það tengist hugsanlega því að ef allt þetta non-coring RNA hefur svona mikið áhrif í báðum kerfum, og ég var einmitt að lesa líka daginn að það ristil sem að það komið bóluefni líka fyrir ristil og það svolítið aklið því að fyrir þá sem að við ekki á ristil þá það sama veiran og hlaupabóluveiran. Og heldur svona skrýtnum útbrotum eða... Já, en það sem hlaupabóluveiran eins og eyðni. Þegar þú færð hana, þá hún í skrokknum þangað við deyr. Hún fer inn í jarðefni og situr þar. Og ef að það sem gerst síðan fyrir svona ákveðin hóp þegar hann verður fullorðinn, að hann fær ristil. Það sama veira, hún vaknar aftur, en í þetta skipti fari ekki blöðru, heldur fari verki og verður bara verra. Ég fekk ristil sjálfur fyrir 20 árum. Það ekkert voða skemmtilegt. Ég slapp reynda því ég fekk veiruleg fljótt þannig að slóa á það. En þeir sem hafa ristil vita það óskemmtileg sjúkdómar. Ég þekki að fólki í minni fjölskyldu sem hefur fengið þetta og þetta bara tómleiðindi. Já, og þetta sérlega legsta eldra fólk. Og svo einmitt, hann úr Sydney, ég þekki hann til Tony Cunningham, hann þróaði bóluefni gegn ristil sem svolítið skrítið. Hvernig getur fengið bóluefni fyrir sjúkdóm sem í, hvort sem í þegar? Nei, að hjálpa líka honum að halda ristilveirunni niður eða hlaupabóluveirunni niður í. Og hvað hann það allt í lagi, en eins og mörgunum bóluefni, það virkar ekkit alltaf en það hefur lækkað tíðnina. En það komið í ljós núna í vísbendingar þeir sem hafa tekið það bóluefni eru minna líklega til þess að fá heilahrörnunarsjúkdóma. Og líklega samhengi það að... það ekki snjallt fyrir mig að taka þetta lyf bara hvort sem Nei, sko, það sem verðist verið að gera það... ekki gott fyrir heilan að taka þetta lyf? Nei, þetta bóluefni gegn ristli. Ég veit það. Já. En það stundum þannig að lyf sem ætlað ykkur, það finnst virkni sem hentar öðru. Þannig ég með verið þetta í huga hvort það væri hægt að selja þetta lyf bara sem svona til þess að viðhalda heilanum. Já, sko, við erum ekki komin. Þetta tildrauga nýla rannsókn ekki allir samanlega, en sko þessi gæti verið að gerast, þetta tilgáta og þarf að skoða hana. Hugsanlega sumar að heilahrörnunarsjúkdómar fara á stað út af því að þessi veira vakna aftur í okkur, hún í aðal í taugakerfinu, en þú fá kannski ristilu einkennin, heldur bara að þú veist væga einkenni sem við tökum ekki eftir, en þau starti kannski Alzheimerinum. Og eins og myndist líka á offitulyfin. Það eitthvað skrítið að gerast það líka, því að þau virðast hafa áhrif á ónæmiskerfið og síðan á taugakerfið. Því það líka komað vísbending fólk sem á Ozempic og Wegovy. Það lækki hugsanlega líkun á því að það fái heilahrörnunarsjúkdóma. Og þá náttúrulega mjög erfitt að kúpla í sundur, það bara út af því að það að vera feitur vont fyrir heilan, eða út af efninu sem kallast GLP-1 eða semiglutamin sem í þessum efnum, að það hafi áhrif á ónæmiskerfi og síðan á taugakerfið. En þessi tvö kerfi eru ægilega vel nákvæmlega tengt saman, sko. Ég reyndi nú einnig sem hefur verið að fyndin ekkert fyrir 40 árum eða 50 árum. Það voru svona rannsóknir sem voru að sýna það að heilin þyrfti að fá fitu. Ég held að vera meðal hans lýsi og það. Jú. Þá reyndi ég að vera að fyndin með að segja að það ástæðan fyrir því að fólk sem í megrun svona heimst. Því það borðar ekki fitu það. Það geti ekki verið... Nei, ég vann í lýsisrannsóknum fyrst þegar ég var inn á Íslandi, sko. Já, þetta var... Nei, en það margir sem trúa þessu ennþá. Ég held að sé verið að gefa lýsi í Bretlandi ennþá og mikil trú í Bretlandi að lýsi örvi heilastarfsemi. Og í hlutum, Austurlandi eins og Japan og þar eru seldar svona, pillur úr þessu fituefni sem í lýsinu. Já. Og svo tækni var þróað Norðmönnum í samstarfi við í og með við prófessorinn minn við Háskóla Íslands, menn hún komin eftir Guðmundur G. Haraldsson, hann var í þessu. Og þetta ég veit ekki hvað þetta GHA, hvort það hægt að kaupa það í apótekum hér, en það Tekur þú lýsi? Nei, ég tók lýsi sem krakki, en ég hætti því sem fullorðinn, Herðu, en við vorum að tala vímuefnina því ég grunnum það að heilin og hverjir komast þar inn segir svolítið til svona það sem þú ert að glíma við. Og það þannig að þess að nefndi ég vímuefni að heilin rosalega varinn og það bara blessunarlega.
að það hefur fátt áhrif á hann og það alveg sama hvað við borðum og svona, það bara búið til ykkur, ég veit ekki hvað sendt hann upp, ykkur glúkósi eða eitthvað sem það eina sem eiginlega kemst inn. Nema það eru örfá efni eins og áfengi og kókaín og nikotín og sumir vilja halda sykur og hafi áhrif þarna, en ég veit það nú ekki alveg um það. Það er stundu talað sykur eins og sé fíkniefni, en það passar ekki allavega við heilan. En þannig að þú ert að reyna að brjótast inn í heilan. Nei, jú. En af hverju notar ekki bara brennivín og kókaín? Já, ástæðan við nota ekki brennivín og kókaín að brennivín og kókaín læknar ekki krabbamein í börnum í heilan. Þú getur ekki hengt á Nei, það er of lítið. Þessi sameindir eins og kókaín og etanól og nikotíni eru svo lítil að það er ekki hægt að hengja RNA á það. Það er stærðarmunur. Það er svona, þú veist, RNA-efnin eru stærri heldur en eggjahvítuefni, eru nokkri nanómetrar í stærð og eru á stærð við kannski 1000 kókaínmólekjúl sem væri skellt saman. Þannig að það er ekkert hægt. En ég langaði að segja þegar þess kona í háskólanum mín, hún er í sálfræðirannsóknum. Hún er aðalega að rannsaka sem sagt fíkn, gerir það á rottum. Rotturnar hennar fá alls konar efni, þú veist. Og er hægt að gera rottur að fíklum? Já, það eru sólgnar í kókaín og nikotín og alls konar góðir í Að í einu tilfelli var hún að skoða sem sagt rottur sem voru gerðar háða nikotíni. Og var búin að tella sig að finna viðtakara í heilanum sem hún taldi að hefði mikið áhrif á fíknina og til þess að losna við hann þá bjóðum til RNA-efni sem hefur áhrif á þann hluti DNA sem er ekki að búa til það viðtakara, heldur verið að stjórna því hvenær viðtakin er búin til. Sprautaði því RNA-efni inn í rotturnar í heilan sem er hægt að gera beint en þú gerir ekki við fólk. Og það mistu bara alveg áhugan á nikotínu. Eins og alkandi myndu segja að fíknin var tekið frá mér. Já, fíknin var tekið frá mér. En mér finnst þetta svolítið svona profound því að ef er hægt að stjórna hegðun á þennan hátt er hægt að gera annað. Nú er ég að sjá í þessu fólki sem er að skoða áhrif RNA erfðaefnisins í heilanum. Það hugsanlega að segja að misjafnvægi á því gæti verið lykillinn að geðrofi, jafnvel einhverfu. En ef þú fiktar eitthvað þannig þá getur við læknað. Er það draumurinn? Ég veit ekki. Ég veit ekki hvort ég lífi þetta af, en þess vegna held ég sagði við höfum samband daginn að öll þessi tækni, þessi nýja bylting í læknunum sem tengist einstaklingsbyggdum læknismeðferðum sem byggja á þekkingur okkar erfðaefninu, kúplu við að vera komið miklu betri tækni til að gera eitthvað í það og margt af því, ekki allt, en margt af því tengist RNA, að þetta getur verið meiri umbylting fyrir mannkynið heldur en gervigreindin. Þá er þetta að tala um að lækna svona sjúkdóma. Þegar þú byrjar að tala eins og sambandi við fíknina og svona og að fikta eins í heilanum, þá gæti ég líka komið til þín og sagt, þú veist, ég vil vera aðeins glaðari kannski og bjartsýnni og getur ekki eitthvað getur eftir 60 ár búið til lækninga þannig að allir eru framsóknarmenn. Eru þú með líka að vera aðeins grindari, ég er bara Viltu ekki vera framsóknarmenn? Ég er framsóknar. Það framsóknar kommi eins og ég ólst upp. Það er eiginlega albæsta. Trúir því að verði þannig að... Nei, ég veit ekki hvort við getum, ég ætla að vona ekki að við getum gert það, en það er sama að ef við komumst að langt á skilningi eða hvernig heilin virkar og hvernig erfðamengi hefur áhrif og það allt það, komumst einhvern tíma þann tímapunkt að við gætum læknað einhverfu. Já. Sem er þá ágalli í einhverju sem er eins og sjúkdómur. Já, en þú getur líka sagt eins og margt vísindafólk stundu sagt, er ég aðeins á rófinu? Já. Er það endilega algjörlega slæmt? Það verður á rófinu? Ég veit ekki, ert þú á rófinu? Ég veit það ekki, alltaf ekki pínu lítið, það er svolítið algengt með vísindafólk. En nei, svona í fúlustal, þá er við að ef við förum að, og eins með það og þetta tengst náttúrulega líka því, eigum að fara að
það breyta fósturvísum. Já. Ég er ekki að svara, já, ég heldur bara að það er spurning, sko. Það er spurning, svarið yfirleitt nei, en það er ekkert víst allir sættir sig við það svar. Þeir vilja kannski bara eignast bláað börn, hvort sem að við töljum að það sé rétt eða rangt. En þú tókst dæmi hann af DNA-inu, þar sem við heldum að þarna væri svarið og svo sjáum við að undir er eitthvað. Miklu flóknara leið. Við getum tekið svona önnur dæmi í vísindunum eins og bara í næringafræðinni, það var fundir svona vítamín og eitthvað fleira og ég held að það var komið, svo kemur allir bara eitthvað allt annað þarna undir og miklu stærra. Miklu flóknara. Og ég man eftir þegar maður var að hlusta á menn og lesa svona boðefni í heilanum og það var eiginlega lausnin og menn trúðu, menn voru að tala eins og það að það var bara sendt boð þarna og þannig hugsu við. Já. Og ég man eftir ef ég satt einu svona fyrirlestri og það var maður sem var að tala að við gætum eiginlega fundið Guð í heilanum sem var í boðefni sem að vekur hjá okkur svona hugmyndum að það væri Guð. Já. Og ég spurði mannin, og ef þú getur einangrað þetta boðefni, getur þá sagt að hér er Guð sem við erum búin að taka það. Því að þannig fannst með þetta svo einföld hugsun að efni gæti verið hugsun því að þó svo að við sjáum með efni sem hugsun að þá er það ekki svarið hver hugsunin er. Og ég held að þetta er aðskilst því að til dæmis ef við tölum með heilaboðefni kannski fekk fólk oftrú á því samt kom svolítið út úr því að fólk núna hefur aðgang að lífið. Það kom líka mjög ofsalega einföld hugmynd. Já. Það segir að ég er svolítið dapur, Páll. Það er eitthvað að í boðefnunum í þér. Ef ekki að laga boðefnin í þér, þá verður það glaður. Bara Prozac. En það virkaði ekki. Já, en ef við notum Prozac sem dæmi, það virka samt á sumt fólk. Þannig að, ég þekki persónulega dæmi fólk sem að er á geðlyfjum og á þar að leiðandi nokkurn veginn enninn líf. Ég ætla ekki að andmæla því, Nei, en svo er líka fullt af fólki sem þessi geðli gerir ekki neitt eða gera jafnvel hlutina verra. Þetta er vandinn við að ræða þetta mála því að það er hægt að halda því fram að það er allt og mikið tekið af geðlyfjum. Í því felst ekki að geðlyfin sem hjálpa þér sé ekki að hjálpa þér. Nei. Þetta er svolítið... En ég held hins að heilin náttúrulega er svo skemmtilega flókin að og þegar svo núna er fyrir að líta undir teppið sem að var erfni og það er allt eitthvað annað lag undir og hugsanlega hjálpa það okkur að skilja betur hvernig heilin virkaði en sem efnafræðingi, það sem ég held ég sé gerast þarna að RNA er hluti af svona efnasamskiptum bæði innan frumunar eða milli, ég er að það sem heitir á ensku supramolecular chemist sem hefur reynt að þýða sem milli sameinda efnafræði. Það er þess að mitt áhersvið er hvernig efnasamband hafa áhrif á hvort annað án þess að tengjast. Og þannig hljóta frumurnar okkar að tala við hvort annar og eins og í tilefni heilan við vissum það að hluta því væri að senda þessi eins og neurotransmitter taugabóðefni á milli heilafrumana en þetta er miklu flóknara og eitt af því sem held ég ástæðum því að við okkur vísindamönnum jafnvel eftir 100 við munum ekki finna Guð í glasi í heilanum finna vökvin það er einfallega varmafræðin því að hluti af þessu er bara suð. Þetta er ekki, og ég held að það sem að DNA-byltingin, hún gerði eitt ógagn fyrir líffræði og læknisfræði. Við fórum að halda, við værum algjörlega eins og forrit. Bara, og þetta væri bara svona eins og forrit og við getum lesið allt forritið, þá gætum við gert allt. En ég líti á þess meira sem efnafræðina að þetta eru efnasamband að hafa áhrif á hvort annað, en að því að við erum við stofuhita en ekki alkul. Þá er svona þess að við kvöldum efna það er random noise þarna og það hverfur aldrei og það er ástæðan fyrir því að þó að ég sé með þú veist, eitthvað þegar ég var til í leiðmóðinu það voru eitthvað DNA en sumt af því sem ég er í dag kannski, þú veist, lögun og nöglunum hefði verið aðeins öðru í sig ef það hefði verið eitthvað aðeins suði gegnum frumuna sem að varða nöglinni. Og er það ástæðan fyrir því að segjum að við verðum báðir fyrir sambærilegu áfalli, að við bregðumst öðruvísið? Það er ekki frjáls vilji, þetta er random noise. Já, það er bara suð. Það er bara svona suð í bakgrunninum, og það, ég held að þegar leiðandi ráðum við aldrei 100% við að leysa gátuna og ég held að við komast aldrei í það að geta prógramað alla til þess að vera framsnamenn eða ef það vilji verið til þess. En
það þýðir ekki samt að við getum hugsanlega ákveðið að við ætlum að reyna að hjálpa fólki sem kannski með geðrof og getum hjálpa því að losna við það. Þú nefndir gervigreind. Hún hlýtur að hafa náttúrulega áhrif á svona rannsóknir og ég finna nú bara reiknigetan náttúrulega bara stjarnfræðilega meiri núna heldur en bara þegar þú byrjar í efnafræði. Það er ekki hægt að líka svo saman eða? Hún hefur og mun hafa mikil áhrif á greinar eins og ég vinn í en hún samt ekki törfalaust. Það sko að því að gervigreindin hefur takmörk og að það eru tvenns konar aðalega takmörk. Annars vegar að þú getur ekki þjálfað gervigreind til að vera betri heldur en þau gögn sem þú byrjar og enda með til að þjálfa það á. Og það nefnilega vandamál í mínu fagi. Fólk reyna að nota gervigreind til að hanna betri agnir sem að myndu komast inn í heilan. Vandamáli að ef við ættum að geta gert það, þá þurfum við miklu meiri upplýsingar tilraunir sem hafa verið gerðar og hvar þær leitu til. Og þær hafa helst þurft að gera á fólki eða allan að gera á dýrum. Það bara ekkit hægt. Það bara of dýrt og siðferðilega. Þannig að við erum ekki með nóg mikið gögn til þess að þú veist að þjálfa gervigreindina. Svo hitt vandamál með gervigreindina. Af því ég sko í minni einu... Það getur að stoppa þarna. En gervigreindin, þú getur dælt inn í hana öllu gögnum sem til eru, sem miklu meira heldur en að þú ræður við þrátt fyrir þína reynslu og allt saman. En það bara ekki nóg. Nú, hvað vantar? Það bara því við erum bara ekki með nógu miklu upplýsingar sko að það ekki búið að gera nógu marga tilraunir með X. Gervigreindin engu betri í því að vita eitthvað sem ekki vitað. Nei, ekki akkurat. En svo hitt vandamálið sem það að þeirra eins og eiga efnafræði, ég bý til efni og svo prófar það einhver á krabbameinsfrumum hvort það gerir eitthvað og svo horfið og svo kannski finna út líklega hefur efnið áhrif að þetta ferli í fruminni og þess vegna deyr fruman og þá skilum við þá getum við búið til betra efni með að gera þetta og hitt. Gervigreindin virkar öðruvísi. Ef ég segi hérna efnin, hérna frumina sem lifið og dæðu og þannig að segja, já, þá áttu að búið til svona efni. En það útskýrir ekki neitt. Það er gallið við gerum, það er svona black box og bara þú veist, þú færð enga útskýringu á því og þar að leiðandi getum við ekki notað séð á milli, já, þetta gerist, þá ætti kannski að prófa þetta. Til þess að fá nýjar upplýsingar. Þannig að ég svolítið, gervigreindin mjög, og til dæmis, hún hjálpaði til við þróun á bóluefnunum, en Moderna segir stundum að þeir séu raun og verið hugbúnaðarfyrirtæki, frekar en lyfjafyrirtæki, en samt, hún engin töfralausn. Hún mun hjálpa okkur, held ég, í því. Hins vegar eru samfélagslega spurningar aðra hluti hvort við eigum að segja stopp einhver tíman með gervigreindina, en ég ætla nú ekki að fara út í það, ég ekki sérfræðingur. Alls konar hugmyndur það að hún verið svo fyrirferðað mikil að raunverulega, getum við sagt að við flytjum okkar hugmyndalífi yfir á hennar vettvang sem hún verið við. Ég held sem svona siðferðislega og samfélagslega fyrir mannkynið og okkur, svona ef við lítum 50-100 ár fram í tíman, það eru stærri spurningar sem við þurfum að ákveða hvernig við ætlum hvað ætlum að gera og hvað ætlum ekki að gera og hvernig við ætlum að mannisera eins og hverju eiga að fá að meðferð með þessari byltingu sem að verða í læknavísindunum í gegnum erfðatækni og RNA og annað. Ég held að það muni á endanum hafa meiri áhrif á mannkynið heldur en hvernig við ákveðum að stjórna gervigreindinni. En sambandi við þessar lækningar, eru engin takmörkur, er bara þetta að lækna allt ég nefndi það í upphafi, hvort að við myndum verða 136 ára eða var ekki Mósi 860 ára kannski, hafði hann aðgang á svona lyfi? Já, ég lærði dag, ég vissi það ekki að Jane Zuckerberg sem hefur góðgerðarstofnun þeirra hjóna sem eiga Meta. Ég vissi það ekki, það var aðalmarkmið hjá þeirra bóðkonstund, þau árið 2100, þá eru þau bara allir sjúkdómar horfnir. Og við myndum lifa happily ever after eins og þetta. Þannig að þá hjálpa okkur þess að setja okkur í Facebook að þeir allir gera það einhvern. Ég held að Zuckerberg muni ekki takast það og það einfaldlega út af úrreiðul varmafræði lögmálinu. Ég held að við náum aldrei öllu. Það segja það að heimurinn og lífið er svo flókið að við munum aldrei geta skilja. Það er annað. Og það tengist þessum rannsóknum sem ég alltaf verið að gaufa svolítið í svona til hliðar. Ég fæ aldrei neina styrki út af það náttúrulega því að svona leikaraskapar þetta uppruna lífsins. Hvað er lífið? Það er nefnilega engin almjölu skilging á því sem að heldur, sem allir geta verið sammála
En efna og varmafræðilega séð eitt stærsti munur á einhverju sem lifandi og einhverju sem dautt. En það sem dautt er yfirleitt á endanum í varmafræðilega jafnægi. En lífið aldrei. Það gengur út á að fá orku inn til að halda óreiðinni innan kerfisins niður með því að auka óreiðinni í restina af heiminum. Og á endanum gengur það ekki upp og þess vegna munum við öll deyja. Alveg sama hvað alveg sama hvernig okkur en er alveg hugsanlegt sko að já, það eftir 1 eða 2 aldir getum við lifað í 150-200 ár en ég held að það svona efnafræðilega það eru sumar efnunum sem eru búin til þau eru óstöðug þannig að þess vegna fáum við hrukkur og það eru sko fituefnin fara að þrána og svoleiðis og allt fara frumundar að gera eitthvað allt annað en það átt að gera þá bara endanum verður held ég bara svona system failure sko, hvað sem við erum að laga einhverja einn og einn hlut sko, við getum lengt líf okkar til dæmis sem kannski að meðaltali 20 ár ef við gætum útrýmt flestum heila hrörnunarsjúkdómum. Það líklega núna aðal ástæðan fyrir því að við náum ekkert lengra heldur en upp í nýræðisaldur yfirleitt sko er heila hrörnun. Já, en þú lifir sko krabbamein til dæmis, þú var komið fyrir eftir 8 ára, það er aðalega fyrir þannig að þú lifir yfir 8 ára þá ertu yfirleitt nokkuð daginn sloppið við það. Já, það er ekki vegna þess að svona bara efnaskiptin eða einhvern veginn eru svo hæg að þróunin á krabbameininu er svo hæg. Það er verst að fá krabbamein að maður er ungur og líkaminn er sprækur. Það var krabbameinið það líka. En það er líka náttúrulega því að það annars verður eitthvað í kannski erfðaefninu fyrir tilviljun eða RNA-jafnvæginu fyrir tilviljun út á suðinu sem að gera þig móttækileg fyrir krabbameini, hvort það gerist ef þú ert ungur eða komin á þann aldur en ef þú ert komin en líkunaði minka ef þú ert komin yfir einhvern þröskuld og náttúrulega tökum það fram að það er fólk sem fær krabbamein á aldrinum eftir áttræði það er svona ég vil lesa það sko ef aðal ástæðin fyrir við erum að kannski að ná svona toppi á kurvinu að lengja meðalaldurinn núna eru heila sjúkdómar ekki krabbamein og hjartaáfall heldur heila sjúkdómanir. Ef við getum lagað sumt að því, ef það væri komið læknir meira og minna fyrir Alzheimer eftir 20-30 ár, já, þá kannski væri meðalaldurinn komið í 100 og kannski 110, 120, en ég heldur fyrir aldrei lengra. Vonandi þessi betfrí, ég veit nú ekki hvort Lífið náttúrulega svíkur okkur svolítið, að við erum fæðust og erum ung og öflug og endur nýjust og svo allt í einu svona upp úr 40 þá allt í einu fattar maður að líkaminn ætlar að drepa þig. Það er alltaf að ganga frá þér. Já, en já, og ég meina sem þú væri það mikið lífsgæði að fá 30 ári viðbót þegar 100 ára, ég veit það ekki. En við getum sagt að hróka okkar alveg svo unga fólki segir, en þegar þú ert 100 ára þá myndir þú segja já takk. Já, ég veit ekki. Það er oft þannig. Herðu, Páll, ótrúlega gaman að fá þig hingað í spjall. Já, sömuleiðis, að tala við þig. Og áhugavert efni og skipti máli að því að við erum á svona tímamótum í því sem þú ert að rannsaka og í gervigrindinni og svo erum við náttúrulega líka á einhverjum stórkostlegum tímamótum í pólitíkinni. Já, og heimsögunni held ég. Það er ekki spurning, þannig að þetta kerfi sem við erum byggja upp núna á síðustu 50-100 árum að það komið einhverju ögustund, spurning hvað gerist næst. Og það borgar sig að vera vakandi. Já. Vökull eða vók vakandi. Takk hérlega aftur og góða ferð aftur heim þú ert alveg hinum einn á nettinu. Ég er alveg hinum einn á nettinu, já. Góða ferð. Já, takk Gunnar. Já, þetta eru þá lokinn á rauðaborðinu í kvöld við þökkum öllu gestur sem að hinga komið kærlega fyrir og þeim sem hafa tekið viðtöl Maríu Lilju og Oddnýju Eir og Birni Þorláks, þökkum líka Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkuðu mest sem hafið setið eða staðið, hlustað og hort og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Það eru þið sem hafa byggt upp samstöðuna með því að segja vinum að vandamönnum frá efni sem við séð hér og sem ykkur líkar. Og þá finnur fólk efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á FM á höfuðborgarsvæðinu, stór höfuðborgarsvæðinu, allarleið upp á Snæfellsnes og langt upp í Borgarfjörð, upp á Litlu kaffistofu út á Reykjanestá. En það má líka sækja þær útsendingar á spilarann, hann er á netinu, spilarinn.is, en spilarinn líka app sem að mann hlaða niður í símann og hlusta á samstöðinu og allar íslensk útastöður, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið þeirra sem eru heppnir að skipta við símann, þar erum við nú með 5 á fjárstýringunni og verðum þar áfram, þótt að þeir sem eru með símann geti ekki lengur hort á stöð 2 en það geti hort á samstöðuna, við erum með 5 á fjárstýringunni.
Það sem að drífur samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að gerst áskrifendur, fólk sem átta sig á því að það mikilvægt að halda samstöðuna úti sem umræðu vettvangi í lýðræðislegu samfélagi. Ef þú vilt slást í þann hópa þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástandur áskrift, þá getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta orðið gott í bili hjá okkur, ég segi góða nótt, svo sjáumst við aftur hérna morgun klukkan 8, þá hefst Rauða borðið að 9. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.